Halló. Halló. Hæ. Kannski áður en við byrjum, þá ætla ég bara að þakka þér eða ykkur fyrir áhorfið. Því það ekki hver sem nennir að horfa á 3 hálfvita að tala um myndir. Svo takk fyrir. Takk fyrir að velja þessa hálfvita. Núna fórum við á Saving Mr. Banks í bíó, í háskólabíó. Og ekki bara kannski byrja á söguþræðinum. Já. Ef einhver vill byrja. Byggt á sönnum atburðum það hvernig Mary Poppins varð að raunveruleika. Já. Heimir, þetta bjart ljós þarna hérna? Stillir það með þau Ok, það pínu kallinn inni, snjór út allt, það hefur ekki tekið eftir því. Já. Aðalleikarinn eru Emma Thompson sem að leikur Travers P.L. Travers. Já. Handritshöfundinn af bókinni. Já, og Tom Hanks leikur Walt Disney. Já. Og svo Paul Giamatti hérna í aukahlutverki og Colin Farrell leikur föður... Hann leikur Mr. Banks. Já, föður Travers, sem að Emma Thompson leikur. Og já, hver vill sem að byrja kannski? Það sáralítið hægt að segja þessa mynd í sjálfum sér. Þetta býsna einfalt allt sem gerist. Þetta náttúrulega byggt á sönnum atburðum, þannig maður í rauninni, ef maður búinn að kynna sér efnið, þá veit maður hvað að fara að gerast. Þessi mynd byggð á sönnum atburðum, búinn að segja þetta kannski í 3. skiptið. Hvað getur maður eiginlega sagt, sko? Hún skilur kannski lítið eftir, en hún höfðar kannski til svona þessa fjölskyldu heildar eða fjölskyldu tengsla jafnvel, sem að myndast í bara öllum fjölskyldum. Já, þetta svona kannski, mér ást það mjög dramatísk mynd. Það líka þetta grín í henni. Fylgir bara í rauninni svolítið Travers, svona eiginlega. Hún svolítið, mér ást að vera svolítið eins og kvenkyns Joakim Aðalund. Hvað heitir persónan í Christmas Carol sem ógeðslega... Scrooge. Já, Scrooge. Skröggur. Hún minnir mig á svona kvenkyns skrögg. Hún rosa fúl alltaf og eitthvað. Og allir í kringum hann rosa happy og glaðir. Og svona þetta Los Angeles andrúmslofta sem allir rosa glaðir og... Þetta góð mynd sem að kannski útskýrir líka muninn á Bandaríkjunum og Bretlandi. Svona þetta svona bresk kona sem kemur frá mjög svona íhaldssömu og allir eiga að vera kannski svona svolítið fínir í tauginu og svona strangir á hegðunum og tilfinningum. Svo kemur hún til Bandaríkjanna þar sem allir að bjóða henni góðan daginn og allir rosalega vinalegir og segja hvað sólin frábær og það bara kemur úr allt öðru svona andrúmslofti og hún svona pínu erfitt fyrir henni að venjast í. Heimir, hvað fannst þér myndina? Frábær mynd. Það sem ég tók svona mest eftir var persónusköpunin. Það að segja, maður með P.L. Travers á hinn bóginn og frekar svona kaldlynd, ströng manneskja sem vil hafa allt svona, hvað skulum við segja, svona... Í röð og reglu. Já, eða þau svona jarðbundið. Henni líka ekki við svona fantastikal svona, þú veist, svona fantastikal svona, henni líka ekki við teiknimyndir, segjum það bara. Já. Henni líka illa við svona, þú veist, barna svona... Fannst það eitthvað á gólfinu? Hæ? Fannst það eitthvað á gólfinu? Horfðu eitthvað hérna niður? Nei, já, til að gera, en henni líka ekki svo vel við svona barnalega hluti, segjum það bara. Og líka þetta alveg mótið teiknimyndin, eins og hún segir oft í myndina, en hún vil hafa hlutina svona á sinn hátt, bara svo hún hafi svona rétt við sig. Annars sko svona ákveðin karaktersköpun hjá henni, það að segja, það svona skingst aðeins í fortíð hennar og
það skýrur vel í enda myndarinnar hvernig hún var af manneskjunni sem hún, þú veist. Án þess að spoila neinu. Já, þú veist, við ætlum ekki að spoila neinu, en ég ætlum að segja það, mér fannst mjög vel gert hvernig persónusköpun P.L. Travers var í þessari mynd. Og svo á hinn bóginn þá var Walt Disney og Tom Hanks var frábær í þessari mynd. Já, Tom Hanks var góður og Emma Thompson var rosa góð, hún er svona A-klassa leikkona. Og Walt Disney á hinn bóginn, hann er svona einlega það öfuga við P.L. Travers, maður búa til kontrast sko, og hann sko, hann er, maður sér alveg á hann og hann vill, hann elskar starfið sitt og hann vill gera krakka ánægða, hann fær líka alltaf, sitt á endanum, eins og hann vill hafa það sko, maður finnur það út mjög fljótlega þegar maður horfir á þessa mynd og það sem ég finnst alveg merkilegt við hvernig, þetta er Disney mynd bæði vegi auðvitað, svo það sem ég finnst merkilegt við þessa mynd er hvernig Walt Disney ákveða, Disney fyrirtæki, ákveða að láta túlka Walt Disney. Það að segja, hann reykir, hann drekkur, hann blótar í þessari mynd og það er bara haldið við bara hann sem mannesku í þessari mynd. Það er ekkert verið að mála einhverja fallega mynd á honum, en það er samt verið að sýna sko líka jákvæðu hliðina við hann. Hann er algjörlega töfrandi manneskja og bara sýndi algjörlega áhuga á því sem hann gerði og vildi, færa gleði til barna, eins og hann hefur bara gert í gegnum tíðina, eða hafði gert. Allir leikarnir er mjög góður í hlutverki sínu og það er mjög skemmtileg lög, þetta er lögin úr Mary Poppins. Ég hef samt ekki séð Mary Poppins. Ekki heldur. Er ég svo eini sem hefur séð hana? Já, ég held kannski verður myndin betri ef maður er búinn að sjá Mary Poppins, ég veit að ég hafði samt mikið gaman af lögunum í þessari mynd. Það geti kannski verið það geti verið eitthvað svona nostalgía sem tengt því að vera búinn að sjá upprunalegu Mary Poppins og sjá svo þessa, svona geta tengt eitthvað á milli. Ef þú vilt sjá svona dýpu tengsl við sko söguna á bakvið, ef þú horfir á Mary Poppins myndina þegar þú varst krakki og þú vilt hafa fá smá nostalgíukast, en líka að þau ekki svona dýpri tengsl við söguna á bakvið Mary Poppins, þá endilega kíktu á þessa mynd. Þetta er líka bara, ef þú ekki heldur búin að sjá, ekki búin að sjá Mary Poppins eins og ég, þá, ég meina, þetta er bara góð mynd, gott drama og þetta er bara svona mjög hlý drama með auðvitað smá, hlýjum og svona komískum atriðum, Já, mér góð blanda. Paul Giamatti, mér finnst hann mjög góður, mér finnst gaman að fylgjast með honum. Mjög gaman að sjá hann. Hann er alltaf mjög skemmtilegur í svona aukahlutverkum. Hann var eiginlega uppáhaldspersóna mín í þessari mynd, sko, ef ég segi svo er. Mér finnst alltaf rosalega gaman að fylgjast með honum einhvern veginn, því ég man sko, af einhverjum ástæðum, mér fannst byrjunin rosa leiðileg, svo kom Paul Giamatti og þá já, ok, núna verður þetta allan svolítið skemmtilegt. En þannig að, en já, ég held að ef að þú ert búinn að sjá Mary Poppins þá er mjög líklegt eða þá er líklegra að þér finnist þessi mynd góð. Ég er til dæmis ekki búinn að sjá Mary Poppins og ég held að, ég var ekki að tengja alveg við þessa mynd. Ég held að það sé að því að mér fannst bara viðfangsefnið ekki nógu áhugavert. Þetta var þessa P.L. Travers og gerð Mary Poppins og ég er náttúrulega ekki búinn að sjá Mary Poppins, þannig að það er að gera ennþá svona verra fyrir mig að tengja við myndina. En mér fannst hún tæknilega séð, hún var vel gerð tæknilega séð og það má alls ekki taka neitt frá henni með varðandi lýsingu eða myndatöku eða leik eða eitthvað svoleiðis, sko. Það var allt vel gert, sko. Þannig að Arnór, eitthvað svona... Það er einmitt kannski... Þú einmitt að tala það kannski, þú hafðir ekki svona beint áhuga, sem er kannski mjög skiljanlegt.
En það samt svona ákveðin fróðleikur í því að fylgjast með öllu sem að gerðist í rauninni á baku tjöldin. Þetta svona eins og deleted scenes eða eitthvað sem að getur komið á sem sagt Mary Poppins geisladisknum, nei ekki geisladisknum, DFD-disknum sem undir aukaefni. Þannig að þú ert í rauninni að fylgjast þarna með hvernig allt ákvörðunartökuferlið fer í gang með það hver á að leika, hvaða lög á að vera, hvaða orð eiga að vera jafnvel í ákveðnum titlum á lögum. Allt frá því líka bara til dæmis hvaða litir mega að vera í myndinni og hvaða litir mega ekki vera í myndinni og hvernig húsin eiga að líta út og allt þetta. Þannig að það mjög fróðlegt í rauninni ef maður vill vita meira um Mary Poppins að þá þetta svona, þá þetta mjög góð mynd í rauninni. Mér langar ekki að sjá Mary Poppins eftir að hafa horft á þessu mynd. Já. Og öll lögin voru frábær og plus mér alltaf langar að sjá Mary Poppins. Ég horfði alltaf á hana þegar krakki en ég meina þú veist, þetta ábyggilega bara frábær mynd sko en ég meina þetta klassík. En þú veist, já, bara eftir að hafa horft á þessu mynd þá var maður okkur geðið að horfa Mary Poppins hérna. Ég held einmitt að ég man nú ekki það svolítið langt síðan að horfa á Mary Poppins síðast en ég held að myndirnar byrja mjög svipað þar að segja svona myndskot á himininn og smá tónlist undir og svo byrjar allt málið sko. Ég held að sé eitthvað tenginganna sérst í byrjun, ég er ekki alveg viss, svolítið langt síðan það. Allan þessi setning sko, ég held að það sé allan að þú veist í Mary Poppins. Hvað? Það fyrsta línan þú veist, eitthvað the wind blows east, eitthvað. En hvað ætlaðu þú að segja, Knútur? Nei, já, bara kannski, ég var ekki alveg að fatta hvert myndin var að fara fyrst en svo svona útskýrst þetta allt aðeins betur og betur. Það eru svona flashback-atriði þar sem að L.P. Travers svona mjög ung og Colin Farrell leikur akkurat pabbinar í þeim flashbackum Það íslenskt þeim flashbackum í því hvað getum við sagt á íslensku? Endurminningar. Í þeim endurminningum og já, og ég vissi ekki hvert það var alltaf að fara en það síðan allt útskýrt í endan og þetta mun make a sense í lokin þannig að ég var persónulega hrifnari af síðari helmingnum af myndinni af því að þá allan vissi ég hvað var í gangi og af hverju þessar endurminningar voru alltaf verið sýndar sko. Það hefði eiginlega þurft að vera svona 2 sikkvara kvikmyndir, eða finnst mér allavega á fyrsta myndin hefði þá fjallað æskuárin hennar, L.P. Travers og svo seinni myndin hefði þá orðið það hvernig myndin hefði orðið á raunveruleika en það í rauninni það tvinnir þetta alveg nokkuð jafnt en það hefði samt verið skemmtilegra kannski að vita örlítið meira æskuna þó það komi í rauninni þó nokkuð fram í þessari mynd. Mér fannst allt of mikið af endurminningunum. Þess að mér fannst það svona ekki beint minn uppáhaldshluti af myndinni. Þú veist, mér fannst Colin Farrell ekki það, þú veist, sérstaklega svona góður en ég meina þú veist, ég meina fínn leikari, hann fínn í þessu en ég fannst ekki gaman að sjá þessi atriði, þú veist, þessar endurminningar. Mér fannst það alveg slappar með að við samanborið við, þú veist, atriðin þar sem P.L. Travers að vinna með, þú veist, Walt Disney. Já. En það samt eins og þessar endurminningar, það rauninni gerðar til þess að útskýra hvers konar persóna, hvers konar karakter, hvers konar manneskja öll þessar 3 orð. Já, það virkar í þeim tilgangi en samt það ég naut þess ekki alveg í botn þessi endurminningaatriði. Það einmitt eitt sem ég tók alltaf eftir þegar hún var að fá sér te og því hún náttúrulega bresk, það pínur bresk staðal, ég myndi að fá sér alltaf te að það eru svona til allavega svona 2 aðal svona reglur við það að drekka te. Það annarkvort að setur mjólkarjóma á undan eða eftir á setur teið sjálft í kaffibollan, ekki kaffibollan, þetta tebollan. Og þarna kemur alltaf fram að hún vill setja mjólkina eða rjóman á undan og ástæðan fyrir því að ef þú setur heitt í mjög lélegt postulín að þá það líklega til þess að brotna. Þannig að þarna kemur henni fram að hún kemur það frá fátækari fjölskyldu þannig að hún þarf í rauninni þá að kæla bollana þá undan til þess að hún getur sett heitt út í svo hann brotni ekki. Og þetta kemur kannski 2 eða 3 Þetta kemur 2. Ég ætti að spá í hvað málið væri með það en þetta mjög góð útskýring sko.
Ég algjör asshole sko, ég set alltaf mjólkina eftir en Já, en þetta allavega kemur sérst, ef þú ert mjög fátækur og þá setur mjólkin úti til þess að forðast að brjóta postulínu, þannig að Já. Svo setur hún sigur akkurat. Spoonful of sugar. Spoonful of sugar. Let's go fly a kite. Ég veit alveg á heilanum. Snill lag. Chim chimney. Chim chimney. Chim chim. En hvernig fannst ykkur myndin? Ok, Heimi, þér fannst hún góð? Bara mjög góð. Já. En sé alls ekki eftir að sé það. Já, ég, eða? Já. Gjör svo. Þetta er svona mjög meðalmennsku mynd í rauninni finnst mér. Ég er sammála. Ég sé ekki eftir að hafa séð síðana út af því að ég meina ég hafði pínu áhuga á því hvernig Walt Disney, eða hvernig samband Walt Disney og rithöfunda bókarinnar myndi vera og þau útskýra það mjög vel og sýna bæði galla og kosti sérst frá báðum sjónarhornum sem er mjög mikilvægt. Þannig að þú, Knútur. Já. Það taka mín líka. Ég ætla bara kannski að segja hvernig ég var þegar ég var að horfa á myndina. Ég var allan tíma bara hérna og er þetta búið? Mér fannst þetta, ég var ekki að tengja við myndina eins og ég segi, mér fannst þetta ekki skemmtileg mynd en ég skilur af hverju fólki myndi finnast hún góð, ég meina, ég virði ykkar skilur viðhorf en Eins gott. ég var ekki að tengja þennan og mér fannst hún ekki sérstök en ég viðurkenni að sko hún er góð tæknilega en ég var ekki alveg að fíla svona söguþráðin kannski og ég var ekki að tengja við efnið, getur við sagt bara. Ég mitt í hliðinu þá, ég vissi að það var eitthvað að út af að hann talaði mjög lítið. Já, og alltaf í hliðin þá byrjum við alltaf að tala ekkert með Ég myndina. var bara einhvern veginn mista alveg áhugann, ég einhvern veginn bara, svo eiginlega fjaraði út en ég meina, fínt samt að horfa á þessa mynd sko. Ég skil alveg hvað þú meinar sko, þetta var dálítið slappt á sumum, eða svona dálítið boring á sumum, svona í sumum mathugum en í heildina litið þá fannst mér þetta bara mjög góð mynd. Sum atriði og sum það sem gerist var gert auðvitað aðeins dramatískra til þess að hafa meiri áhrif á mann. Mjög romantískuð mynd. Já. En ég meina þannig eru kvikmyndir. Já. Það hefði ekki þannig, þú veist, þessi mynd hefði ákveðin sjarma og þú myndi ekki hafa, þú veist, ef hann hefði sagt eða þú veist byggt á algjörum raunveruleika þá myndi hún missa þennan sjarma. Já, er það svolítið þurr. Já. Ég veit ekki af hverju, mér fannst þú minna mig pínu á Finding Neverland. Hafið séð hana? Nei. Já, jú. Svona, ég veit ekki, það var einhverju eiginleikar sem mér fannst svona það var kannski þegar ég sá endurminningarnar með Colin Farrell, mér fannst hann basically bara vera karakterinn hans Johnny Depp í Finding Neverland. Það er eiginlega alveg rétt, svona ímyndunarvíkt foreldri sem vill lifa sig í gegnum börnin sín. Já, einhvern veginn svoleiðis svona upplifa heimstýri með þeim svona. Það var, mjög spes. Þannig að það er alveg rétt að þetta er mjög líkt hérna þar sem hann Johnny Depp leikur mjög svipur hlutverk. Já, það var alveg þessar endurminningar sko. Svo voru þessar nútíma atriðin voru svolítið svo, hún væri, Emma Thompson, karakterinn hennar, væri, L.P. Travers væri svolítið eins og kvenkynsútgáfan af Skrögg. Hún er svo mjög fúl og Samt þessi karakter er mjög fyndinn. Og líka það, þetta er ekki bara karakter, heldur var konan svona, hún léti alveg henni takið alls upp og þegar henni leist illa á eitthvað þá lét hún það heyra það og þú veist hún kastaði handritinu út gluggann og allt þetta. Hún var virkilega ósátt við það að það væri verið að koma fram við þetta bara eins og einhverja teiknimynd eða það að þið væri bara að gera þetta til þess að græða peninga eða Ekkert þetta Mikka Mús kjaftaði sko. Já. Mér var svolítið flott hana með perurnar. Perurnar. Það er svona eins og appelsínurnar í Godfather. Eitthvað að deyja, appelsínur. Drepa fólk. Og akkurat bara eitt sem ég man rosa vel eftir sem ég fannst rosalega flott, það var þegar hún kastaði perunum út úr hótelherberginu og í sundlaugina, mér fannst það rosalega flott þegar að það var svo flott atriði. Uppáhaldsatriðið mitt var þegar hún byrjaði að dansa með lagahöfundunum. Rithöfundunum það var Hún er ánægð, hún er happy! Nei, það var mjög ánægilegt atrið, lagið líka, mér líka mjög vel lagið Let's go fly a kite. Loka lagið í Mary Poppins. Já.
Já, ég ætla kannski líka að segja mikið það, mér fannst líka flott atriði þegar hún horfir á myndina. Já. Frumsýningu, það er mjög flott. Já, það er ég var að bíða eftir í myndinu hvort að við myndum fá að sjá atriðið úr upprunalegri Mary Poppins eða ekki, en það kemur hérna frumsýning sem að hún fer á og hún er að horfa á myndina og Walt Disney situr fyrir aftan hana og þau eru að horfa á myndina saman og svona. Já, mér fannst líka mjög gott atrið þegar þau eru eiginlega að rökraða saman, sko, Walt Disney og þessi Travers. Þau eru í rauninni ekkert svo ólík þó að þau virðist vera svo ólík í gegnum alla myndina. Þau hafa bæði svona sín litlu sína litlu kosti og galla. Já, það býr aðeins meira kannski á bakvið heldur en það sem þau sína, sko. Og það er líka útskýrt í þessari mynd svona líka aðeins ekki hugmyndin heldur bara svona Mickey Mouse og allt það, hvað það þýðir fyrir Walt Disney. Og það er líka það er mjög mikil symbolismi með Mickey Mouse í þessari mynd. Músin er hluti af fjölskyldunni. Já, það er í rauninni allt máli og það er þegar hún kemur fyrst á Beverly Hills hótelið sem er hótelið í Bandaríkjunum sem hún er að bíða, er á. Þar er bara allt fullt af vörum frá Walt Disney. Setur allt inn í skáp nema ekki eina litla heldur, eina stóra mús. Það er Mickey Mouse að brúða. Og svo sést svona eitt ánægjulegt kvöldverðarboð þar sem að bara hún og músin sitja á móti hvort öðru. Já, akkurat. Og já, eigum við að gefa einhverju núna? Eða eigum við að... Já, af hverju ekki. Ef ég ætti að gefa henni einhverja einhvern, þá myndi ég gefa henni 7,2. Já. Ég meina, þetta er alveg góð mynd, en hún skilur lítið eftir. Allir leikararnir leika bara vel, ekkert neitt frábærlega. Einn af uppáhalds hlutverkunum mínum er aukahlutverk með Paul Giamatti. Já, ég sammála, hann er mjög skemmtilegur. Í rauninni Tom Hanks auðvitað líka, og Emma Thompson, þau eru náttúrulega... Já, þau leikir það vel og þau gerir þetta mjög vel og það er kannski erfitt að gera þetta eitthvað betur. Já. En já, 7,2 frá mér. Heimir? 7,5. Já. Dálítið sammála Ragnari, skilur ekkert voðalega mikið eftir, en sko, mér fannst það bara mjög ánægjuleg mynd. Ég meina, mér finnst erfitt að finna einhvað galla fyrir þetta kannski endurminningatriðin, en annars er þetta bara flott og falleg mynd og ég meina, getur verið mjög sorgleg, getur verið mjög fyndin og ég meina, balansera þessi tvo hluti vel og karakterin er mjög áhugaverðir, sérstaklega P.L. Travers og Walt Disney og það er líka Sherman Brothers og líka bílstjórinn hann er mjög góð svona, hann verkar sem svona tenging hennar við hina bandarísku karakterina. Já, hann er svona brúinn á milli. Hann er fyrir mikilvægur karakter og það er mjög gaman að sjá Paul Giamatti leikur svona mjög hlýlegan og vinulegan gaur og mann, gaur, snällt, þokkalega, en já, 7,5. Ok, já. Ég held, sko, ég vill ekki vera of harður og gefa henni einhverja fáránlega lélega einkunn. Ég svona var að hugsa 6 áðan, en mér fannst það pínu kannski svolítið lítið. Ég er að hugsa að gefa henni 6,5 og þá ætla ég að bæta við 0,5 út af því að mér fannst tæknilegur hérna góðar og leikararnir voru góðir. Og já, en fyrir minnismerk, ég veit ekki hvort ég mun horfa á hann aftur, ég held ekki, en ég segi 6,5 núna allavega. Það getur, maður veit aldrei, það kannski breytist einhvern tíma sinna. Meðalengun 7. Já, ekki slæmt. Mér fannst fyrri 3 myndirnar miklu skemmtilegri og betri, en mér finnst þessi svona, þetta er mjög góð fjölskyldumynd í rauninni. Hún er kannski ekki eins góð og Mary Poppins fjölskyldumynd, en þetta fjallar meira svona það hvað það þýðir að vera fjölskylda. Horfið á Mary Poppins og svo horfið á þessa mynd. Já, þetta er ekki B-mynd, þetta er ekki það slæmynd, hún er alveg aðeins fyrir ofan klassamynd. B-mynd, sko. Meira kannski fyrir svona foreldrana heldur en börnin þessi mynd. Já. En ég meina, ég hafði hægt að taka börn, ok, ekki alveg unga börn, en ég meina, En hvað segir, mælum við með henni í bíó, eða, já, persónulega myndi ég mæla með að bíða bara þannig að kemur út á DVD eða Blu-ray, sko. Ekki bíó kannski. Já, en
Já, þú veist, persónulega mæli ég með að kannski bíða þangað til hún kemur hvort sem er á skjáinn eða DFD eða Blu-ray eða eitthvað. En já, ég meina ef þið, þú veist, fíluðu Mary Poppins þá mælum við með að kíkja á þessa í bíó. Má ég minna á eitt? Ég lít út eins og ég sé hérna í Blair Witch Project. Já, og mjög ljós. Já. Við erum svona litið gulir, en þú ert hvítur. Something outside cat. Passaði mér! Þá ég hrista myndavélarna. Herri, já. Ekki velta myndavélum. Vitið hvað hann gerði áður en við kvittum á myndavélum? Nei, sjálf fokkin velti myndavélum. Ég var að setja henni upp og hún svona... Já, hann velti svona. Tók svona Inception, núna hallar hann. Vel gert. Ég ætla ekki að breyta henni hennu. Ég er eftir einskis. Þetta situr í framsætinu næst. Plöntu í potta, hvað sem það er. Ég mun finna þýðingu fyrir það eitthvað tímann. Þetta er gerfisnjór. Þetta er ekki alveg snjór, sjáu það ekki? Sko, ok, ef ég þarf að fara út og að þýða þetta alveg snjór. Bless.